Góðan dag og velkomin að Rauða borðinu. Í dag ætlum við að fjalla málefni sem er pínlítið viðkvæmt og eitthvað sem að snertir fáa sem betur fer kannski. Hingað eru konir tveir góðir gestir sem báðir eiga það sameiginlegt að hafa þurft að afplána dóma og þeir eru Þóra Björg og Ingólfur Freyr. Verið velkomin. Ingólfur Snær, fyrirgeðu, Ingólfur Snær. Verið hjartalega velkomin. Takk fyrir. Mér datt í huga að skyggnast aðeins inn í þennan heim og vita hvaða áhrif þetta hefur á líf fólks. Þóra, ef þú vildir kannski byrja og segja mér svona aðeins frá þinni barnæsku uppvexti. Já, ég fæddist 1989 í Reykjavík og flytt fljótlega norður í land og ólst þar upp. Ég flytt svo aftur í bæinn þegar mamma mín skilur við manninn sem hún bjó með, sem ól mig upp og þá var ég 11 ára að vera 12 ára. Og ég var lögð í einelti fyrir norðan og ég var ótrúlega óþekk, ég var seint greind með ADHD, þannig að ég var rosa svona, já, ég var í þá dag talin alveg rosa frek og óþekk, en var í rauninni bara með ógreint ADHD. Já, sem tíðkaðist ekki þá að greina? Bara, nei, enga veginn. Ég er ekki greind fyrir en ég er 11 ára, sko, sem er talið í dag mjög seint. En þannig þegar ég kem í bæinn þá er svolítið svona, já, dýrið gengur laust, sko. Ég, fer að hanga bara með, þú veist, já, vitlausum félagskap kannski, ef maður má segja svo. Ég var kannski bara vitlaus félagskapur sjálf og einhvern veginn, já, pröfa að drekka og þú veist, það vindur bara einhvern veginn upp á sig og 16 ára gömul þá er bara alls konar búið að gerast. Ég er búin að vera inn á Stuðlum, ég er búin að vera í langtíma meðferð og svo 2011 að þá einhvern veginn er ég bara tekin úr umferð. Ég er bara einhvern veginn búin að vera þarna úti og búin að vera að brjóta af mér og það safnast einhvern veginn bara upp og svo er ég bara tekin og ég er bara sett inn og á þeim tíma var það klálega bara það besta sem gat komið fyrir mig, sko. Ég var bara að deyja þarna úti í neyslu. Ingólfur Snær, er þín saga svipuð? Ekki alveg, en þú veist, jú, ákveðnum, þú veist, pörtum. Ég svona, er búin að bjó í Hlíðunum bara síðan að ég man eftir mér. Ég missi móður mína þegar ég er 3 að verða 4 ára og þú veist, og það kannski svona myndar mína líðan sem barn meira heldur en ég gerir mig grein fyrir, af því að þú veist, ég man ekkert endilega eftir að hafa fundið, sko, að vantaði móður, en ég man alltaf eftir að hafa fundið að vantaði eitthvað og þú veist, þannig að ég er svona, þú veist, funkar einmitt ekki vel í skóla, ég er með ADHD líka og það sem að, þú veist, já, ég finn mig ekki fyrir en að ég finn einmitt þennan hóp sem að fólk myndi kalla slæma félagskap, sko, og þú veist, sem að voru í raun og veru bara þessi smá utangarspödd sem að ég fann mig með og þú veist, ég missi síðan pappa minn þegar ég er 14 og verða 15, þannig að þú veist, við tekur svona svolítið hjá mér bara unglingaheimili. Ég er búin að vera, þú veist, ég var 6 sinnum í langtíma meðferð, ég var 2 sinnum á meðferðardeild Stuðla, óteljandi sinnum á neyðavistun og svona, og er síðan komin inn í fangelsi bara rétt fyrir 18 ára aldur, sko. En hvernig afbrotum varstu í? Þú veist, ég var bara mest í ykkur svona, þú veist, að fjármagna vímuefnaneyslu, sko. Ég var bara að stela, brjótast inn, þú veist. Já, það er mín brot, sko. Og varst orðin illa haldin af neyslu? Já, ég var bara mjög fljótt búin að þróa með mér mikinn alkóhólisma, skilur, mikið að nota efni og leitaði mikið í það að fylla þetta tómarum innan með mér, sko. Hvað varstu gamall þegar þú fórst í þína fyrstu afplánun? Ég var 17 að verða 18 ári og það var mér kippt svona umferð og þetta var pínu svona fjadrafóka því að það var búið að setja barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í lög á Íslandi og það kom einhver grein og fólk fór í svona pínu panika því að þú veist, ég átti ekki að vera í fangelsi með fullorðnum mönnum, sko. En já, þú veist. Varst þú á svipuðum aldri, Þóra?
Nei, ég var aðeins eldri. Ég var tvítug, held ég. Nei, ég var 21 í fangelsi. Fyrsta skipti. Og hvar lentirðu þá? Þá er ég bara í kvennafangelsinu í Kópavogi. Og ég er þar ég byrja sem sagt afplána þar. Hvernig fannst þér að koma í fangelsi, ef að hægt að spyrja um það? Fyrst sinn þá fannst mér það mjög erfitt, þú veist, af því að ég áttaði mig fljótlega á því að ég væri ekkert að fara út. Og það er kannski svolítið svona, það er svolítið skrítin tilfinning. En svo bara aðlagaðist ég ótrúlega vel. Ég er rosa svona fljóta aðlagast og setja mig einhvern veginn inn í aðstæður og svona. En á þessum tíma þá var húsið, eins og maður segir, kannski á hvolfi. Þú veist, það voru allir í neyslu og fyrsta sem ég geri var bara að ná að smygla fíkniefnum að inn. Og var það ekkert vandamál? Nei, það virtist ekki vera svo. Ég náði bara að láta strák sem ég var að hitta fara og sækja einhverja málningar eða svona meikdollu og hann setti fíkniefnin í það og það komst inn og en af því að það voru allir á svipuðum stað, það voru allir að fá sér, þá einhvern veginn fann maður ekkert, þú veist, þá leið tíminn rosa hratt og áður en ég vissi var ég bara komin út. Ingólfur, var svipað sögu að segja í þinni afplánu? Þú veist, ég man bara sérstaklega eftir að hafa verið mjög hræddur bara fyrsta, þú veist, ég man þetta augnablik þegar það var verið að setja mig inn í fangelsi fyrsta sinn og ég man að, þú veist... Hvert fórstu þá? Þá fór ég á Skólavörðustíg og þú veist, ég man bara eftir þessu að þú veist, ég er hann inn í fangaklefa og mér er sagt bara að ég sé að fara í fangelsi og þú veist, og þetta átti ekki að vera hægt, ég vissi á þessum barnasáttmála, ég var búinn að safna upp dóm og svona, þú veist, og svo rann þetta bara einhvern veginn upp fyrir mér þegar ég stíg inn á Skólavörðustíg og mann er sagt að afklæðast úr öllum fötunum, sturta sig fyrir fram að fangaverði, beygja sig niður og hósta og svona, og þú veist, og ég gerði mér svona smá grimm fyrir, ég væri bara komin á eitthvað, þú veist, annað plan einhvern veginn, þú veist, og þetta var bara nýr umveruleiki og ég vissi ekki hvað beðið mín inn í fangelsi, hvernig menn væri þarna, þú veist, hver staðan var, en þú veist, það var samt sem áður tekið mjög vel á móti mér af föngum og ég var alveg heppinn með það var bara mjög vel tekið á móti mér og þú veist, ég varð ekki fyrir eitthvað svona aðkasti eða eitthvað, en Hvað varstu lengi þarna? Sko, þetta er svona pínu óskýrt fyrir mér þarna. Ég var þarna í einhverja mánuði þangað til að verið að reyna að finna, þú veist, úrlausn á því hvað er gert með mig, því að ég mátti náttúrulega ekki vera þarna samkvæmt lögum og fer síðan einmitt á unglingaheimili eftir einhverja mánuði og klára að taka út þar. En þetta var kannski bara byrjuninn hjá ykkur báðum, Þóra, þú varst þarna í einhvern ákveðin tíma og hvað tók við þegar þú komst út? Ég var þarna í einhverja 10 mánuði minni mig. Ég kem út og held bara áfram í neyslu og þetta bara, samdægurs held ég í það og í kjölfarið þá fæ ég 5 blóðtappa við heilan og sýkingu í hjarta og lungun og bara vartuga lífin á spítala og bara þarf að læra að rappa upp á nýtt og ég var bara, ég held ég geri mér aldrei sko nógu mikla grein fyrir hversu hætt ég var komin en það hefur ekki orðið til þess að þú hugsaði því tvisvar Nei, ég einhvern veginn, þú veist ég var inn á spítali einhverja 6 vikur og svo í kjölfarið að fer ég í meðferð og fer upp á Krýsuvík en þú veist, ég var ennþá bara ekki tilbúin að breytast og ég fór bara út af Krýsuvík og hélt áfram. En hvernig var baklandið hjá þér? Ég hef alltaf átt rosa gott bakland en þú veist, þau eru bara búin að setja mér skilyrði. Þú veist, þú þarft bara að fara í meðferð og þá erum við tilbúin að opna aftur, sko. Já. En ég gæti notað, sko, ömmu og afa alveg ótrúlega lengi bara því að amma var svo rosalega meðvirk með mér að, og ég tala oft um það, þú veist, að ég fekk alltaf pening frá ömmu þangað til hún fór á meðvirkninámskeið þá einhvern veginn bara, þú veist, þá var hún bara til ég að fara í búðina með mér, sko. En ég fer sér og detti í það aftur og enda svo bara aftur inni. Þannig að það leiði ekki ár. Ég held að það hef ekki liðið árs á milli, sko, þangað til ég kem aftur inn, sko. Og hversu langt leitt varstu þarna á þessu tímabili sem þú varst að? Ég var náttúrulega 16 ára þegar ég pröfa að sprauta mig í fyrsta skipti og ég er bara
í þannig neyslu þangað til ég verði edrú, sko. Þannig að ég var mjög langt leit, sko. Og varstu heima hjá foreldriðin eða fjölskyldunni? Nei. Ég fór að heiman, sko, bara því ég var 15 ára eða eitthvað. Og hvar gistirðu? Bara hér og þar og ég man ekki alveg hvar ég var á þessu tímabili, en þú veist, ég er búin að þurfa að vera í konukoti og ég er búin að vera, þú veist, ég var heimilislaus í 8 ár og þú veist, bara hjá vinum og félögum og sofandi á sófum, leigjandi herbyggi, hótel, eitthvað. Þú veist, maður rettaði sér alltaf einhvern veginn. Hvernig er þín saga, Ingólfur, þegar þú kemur út af skólaverðstíknum? Ég held að það sé svona kannski rauði þráðurinn í þú veist, þessu að það er yfirleitt ekkert sem að grípur einhvern sem er að koma út úr fangelsi, sérstaklega ekki ef hann á ekkert bakland og eins og ég talaði ég var munaðarlaus þarna og þú veist, við tók bara það sama, þú veist, það var ekki þú veist, mér finnst ekki mikil vinna unnin í fangelsi til þess að undirbúa einhvern til þess að koma út og brjóta ekki aftur á sér og Lentir aldrei á svona áfangaheimili? Þú veist, það var eftir aðra afplánuna mína þá sérstætt var ég svona að kalla eftir þessu ég fer að inn á vernd og er að reyna að fá alla til þess að grípa mig, sko, þegar vernd klárast en allt kom fyrir ekki og ég enda fyrst heima hjá bara, þú veist, gamla félagskapnum en náði síðan að, þú veist, koma mér inn á áfangaheimili bara sjálfdáðum og og náði þá einhverjum mánuðum edrú og en þú veist, það er einhvern veginn, já, mér er svolítið vanta þessa tengingu við fólk sem að, þú veist, villist að leið og brýtur á sér við eðlilegt líf, sko. Þannig að, þú veist, já, mér finnst... Áttið þú engan edrútíma, Þóra, að viti? Nei, ég get ekki sagt það. Ég næ fyrst árangri, sko, 2013. Þá var ég búin að fara 25 sinnum inn á Vog og þú veist, og það var ég satt og ég hugsaði hvað ætlar að gera öðruvísi núna, þú veist, þetta er bara enn ein meðferðin þar sem þú ert ekki að fara að hlusta á neitt og þú veist, en það var eitthvað sem breyttist og ég ég fer inn í þessa meðferð og ég í kjölfari næ árangri og ég er edrú í næstu í 5 ár en edrú og í bata, þú veist, þetta er alveg tvennt ólíkt í svona 2,5 ár restina tímanum var ég bara mjög óheiðarleg og að gera mjög óheiðarlega hluti sem að gætu leitt til fangelsisrefsingar, skilur við. En þú talaður að amma þín hefði hjálpað þér svona peningalega séð. Er mikil samheldni meðal þeirra sem eru á götunni, eins og maður kalla það? Er fólk að hjálpa hvort öðru? Já, ég veit það. Jú, er það ekki? Er það ekki alveg... Svona upp á ákveðnu marki, auðvitað, skilur við. En það er samt sko, í endan að þá er alltaf bara að vera að hugsa sjálf á sig. Já. Það er bara svoleiðis. En fyrir utan þessa peninga sem að amma þín hjálpaði með, hvernig fjármagnaður neysluna? Bara svipa á Ingólfur, bara með því að stela og brjótast inn og eitthvað svoleiðis, sko. Ég sem betur þurfti aldrei að fara þá leið að þurfa að selja líkama minni eitthvað svoleiðis. Ég bara þurfti þess aldrei, sko. Sem betur fer, af því að ég hef alveg séð margar stelpur sem hafa þurft að gera það og eru bara mjög stórt bara ör á sálinni sinni, sko. Þetta svipa hjá þér? Já, þetta er bara, þú veist, mjög svipað, sko. Þetta er bara, þú veist, ég var mjög fljótt byrjaður að svona, þú veist, stunda eitthvað svona afbrot og og þú veist, það var bara mín leið til þess að fjármagna, sko. Og líka náttúrulega bara setja sig í skuldir og þú veist, það er bara í raun og veru öllum bröðum beitt, sko. En fangarnir sem voru með ykkur í fangelsinu sinna á afplánun á sínu tíma, hafðu þeir slæm áhrif á ykkur eða það var ekki það? Nei, það held ég ekki. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er alls konar, skilur, þú veist, þegar ég er 17 þá er tekið mjög vel á móti mér en það er bara annar raunveruleiki í gangi inn í fangelsi, þú veist, staðan er bara svo að þú veist, manneskjan almennt á mjög erfitt með að gangast við, þú veist, mistökum sem þau gera og það getur verið mjög erfitt og þú veist, ég upplifi það svoleiðis að eiginlega allir sem sitja inn í fangelsi eru hræddir, sko, og þeim líður mjög illa
og brjóta af sér vegna þess að þeir eru veikir og og þegar þú ert komin inn á einhvern stað sem að þú ert hræddur þá viltu ekkert endilega gangast við því þú sért veikur og þá eru svona settar upp eitthvað svona grímur til þess að komast af og þannig að þú veist fangelsis umhverfi getur alveg verið mjög þú veist toxískt sko og Er þetta ekki svona svipað að maður sér í bíómyndunum, svona ákveðin goggunarröð? Upp á ákveðnu marki, jú, það skilur. Það auðvitað goggunarröð inn í fangilsunum og yfirleitt tengist það bara hver kemur með efnin inn í fangilsið, hver hefur beitt mest ofbeldi utan fangilsis og svona alls konar aðstæður og en almennt séð þetta ekki vonda manneskjur sem eru inn í fangilsi og þú veist, í mínu starfi með afstöðu sé ég það alltaf meira og meira, þú veist, að raunveruleikin bara sá og fólk bara, þú veist, að reyna að komast af, sko, þetta bara svona, þetta í raun og veru bara, þú veist. Það er sér heimur. Já, maður verðist vera oft að fólk fari svona kannski meira í svona grunninn, þú veist, það talað bara, ég hef verið mikið að vinna í alls konar prógrami, bæði með sjálf og mig og aðra og þú veist, það alltaf þetta, þú veist, flýja, frjósa, þú veist, eða berjast, þú veist, sem að gerist þegar þú ert í einhver svona paníkástandi og fangelsi á það alveg til að verða pínu svona paníkástand og þannig að þú veist, fólk yfirleitt gerir, þú veist, þetta mitt, þú veist, það breyst, það bara frýs, flýr inn á klefa eða biður að láta flytja sig í einangrun eða berst á sinn hátt. Talandi aðstæður innan fangelsis, hvað fólk að gera þannig allan daginn? Þú veist, það náttúrulega alltaf verið að reyna að hafa sem mest starfi í gangi. Einhverja betrun eins og það kallað? Já, mér finnst kannski betrun, þú veist, jú, það er rosalega vilji fyrir því að búa til betrun og gera þessa hluti, en þetta stoppar mjög oft á fjármagni bara, þú veist, það bara þannig, við erum bara að berjast við undirmönnun, það eru of fáir að vinna innan fangelsuna með hvað eru margir í fangelsi og þá kannski bara takmarkaður tími fyrir hvern og einn og við finnum það að allt sem að bæði afstæða hefur til dæmis verið að koma með alls konar prógram inn í fangelsin og það er rosalega velvild að taka þátt í því, það er rosalega velvild að þú veist, gera allt, skilur, það tekið vel í allt sem í boði inn í fangelsunum sem gott, en það bara takmarka sem í boði þar og og ég meina, þú veist, það nú eitt af því sem fellir veikt fólk, þú veist, aftur í neyslu bara að leiðast og Og yfirleitt eru þetta einstaklingar sem að eiga lítið, eða kannski bara ekkert bakland já, og hafa ekki að neinu að snúa sér þegar þeir koma út nema bara götunni. Algjörlega, og það líka svona held ég það sem sko hvað, þú veist, mikilvægast og alvarlegast í þessu að mínu mati bara hvað tekur við, þú veist, ég get sagt að í mínu tilfelli, ég núna búin að fá að vera edrú í rúm 9 ár og ég að vinna bæði fyrir Landspítalann, borgina, ég að vinna fyrir Ástöðu, ég að gera alls konar, ég vinn mjög mikið og ég gef mjög mikið af mér í mínu frítíma til þess að hjálpa samfélaginu og hjálpa öðrum og Finnst þið það hjálpa þér sjálf? Já, það náttúrulega hjálpa mig gífurlega og en þú veist, en ég bara heppinn að því að það var ekkert sem greip mig þegar ég kom út úr fangelsi. Það eru 9 ár síðan og þú veist, það sem að greip mig var bara það að ég kynntist konu sem átti foreldra sem gátu hýst okkur, sko. Annars hefði ég bara gert það sama, ég var búin að gera í hin 2 skiptin. Leitað í gamla hópin, eina fólki sem ég þekkti, eina fólki sem ég hafði og þú veist, þess vegna finnst mér þetta mjög mikilvægt og ég ekkert einstam í þessu, flestir sem eru að koma út úr fangelsi hvort sem eru edrú eða ekki, þeir hafa ekkert að fara, skilur. Þóra, þegar þú varst að afplána oftar en einu sinni, var þetta mikið sömu stelpurnar sem að afplánaði með þér? Já, það var einhver breyting, sko, en nokkrar með langa dóma, þannig að ég var að hitta þær oft, sko. En svo í seinasta skipti sem ég fór inn að þá einhvern veginn var ég edrú eftir að hafa orðið edrú þarna 2013 og þegar ég er búin að vera edrú í 6 mánuði að þá var komið að því að ég þurfti að afplána þennan dóm að því ég vissi það alltaf að ég ætti eftir að afplána þennan dóm og ég var búin að fara með afa mínum og tala við
mann sem var þá að vinna á Fangelsismálastofnun og sá opnu úrræðin og ég var búin að handsala það við hann að ef ég kæmi edrú inn í fangelsi að þá færi ég opið úrræði, bara mjög fljótlega. Og ég kem inn og fer síðan bara 3 vikum, 4 vikum seinna á Kvíabryggju. Og það var bara geðveikt. Það var, þú veist, það var bara, ég fann ekki fyrir því að ég væri í fangelsi, sko. Gott að vera þar. Bara yndislegt. Og ég tala nú oft það að ég hafi verið fjárhirðir íslenska ríkisins. Það var bara sauðburður í gangi og við fengum bara að taka á móti lömbum og vinna í fjárhúsunum og bara þetta var svolítið svona, já, það var öðruvísi stemning, allt öðruvísi. Og var það eftir þá afplánun sem að þú náðir einhverjum tíma? Nei, ég edrú í þeirri afplánun. Ég kem edrú inn í þá afplánun og edrú alveg í, 3 ára eftir þessi afplánun. En maður velti því fyrir sig, þið talið svo mikið dóp inn í fangelsunum. Það staðreyndin að þetta bara fljótandi þann inni? Stundum, já. Það þú veist, raunveruleikin náttúrulega sá að það skiptir ekki máli hvaða öryggisfangelsi í heiminum hún kemur inn í og sama hversu lokað það þú veist, efni finna sér leið inn í fangelsi, þú veist, Ég var nú í lögreglunni í mörg ár og fór þá oft austur að Litla-Hrauni til að leita á konum sem var að koma í heimsókn. Ég fann aldrei nokkuð skapaðan hlut. Já, en það náttúrulega erfitt ofta. Samt komst dópið inn. Já, efnin komast alltaf inn á einhvern hátt og það alveg eitthvað sem kannski óumflýjanlegt og ég held að besta leiðin til þess að þú veist, stöðva efni í fangelsum sé bara að hafa nógu mikið að vera og nógu mikið í boði annað heldur en að leita í efni, sko. Þú veist, það ekkert sérstaklega gaman að nota efni í fangelsi. Þú veist, maður lokaður inn í klefanum sínum klukkan 10 á kvöldin og þá bara einn með sjálfu sér og þú veist, þannig að þetta ekkert einhverja kjöra aðstæður og ég held að, þú veist, einmitt lausnin á þessu sé bara að, þú veist, það engin leið að stoppa að efnin komist inn en það kannski þetta bjóða upp á eitthvað meira og betra í staðinn, sko. Fóru annarkvort ykkar í nám í afplánun? Já. Já, ég fór eitthvað í nám en ég náði ekki að ljúka því. Nei, ekki heldur. Ég bara var að taka einhverja svona einingar í menntaskóla. En þegar að þú segist hafa átt gott bakland hjá fjölskyldunni, varstu alltaf gripin þegar þú komst út? Eða þú segist að vera á konukoti, eða ekki? Sko, náttúrulega fjölskyldan gefst upp á einhverjum tímapunkti sem bara mjög eðlilegt og það var brugðið á það ráð að sko loka á mig bara algjörlega af því að ég var bara orðin það lasin í neyslu en ef ég var búin að fara í meðferð að þá var ég alltaf velkomin aftur það var bara mér minnir nú samt að alltaf þegar ég losna á fangelsi þá hafi ég nú verið sótt eða gripin, sko. Það var nú, já. Mér langar að spyrja dálítið hvað ég segja, afstöðu fólks í kringum ykkur. Hvernig litið á fanga sem hafa afplánað? Mætið þið miklum fordómum? Nei. Mér finnst, ég meina ef við horfum bara á, þú veist, raunveruleikann, ég meina, þú veist, öll umfjöllun, það það eru ákveðnir fordómar, við erum bara kannski það heppin að við erum með fólki í kringum okkur sem að, þú veist, mest af því fólki sem ég með í kringum mig bara fólk sem búið að stíga upp úr þessum heimi og hvort sem að það sitið inn eða ekki, þá eru þau bara, ég yfirleitt bara með fólki í kringum mig sem í mikilli sjálfsvirðni og búið að vinna mikið í sjálfum sér, en ég finn alveg fyrir því í samfélaginu og þú veist, þetta ekki að fyrsta sem ég segi við eitthvað til ég kemur á nýjan vinnustað eða, þú veist, að ég hafi sitið inni, en sko... Þessir aðilar sem þú ert að hjálpa, hvernig gengur þeim til dæmis að fá atvinnu með þessa fortíð? Það getur bara verið mjög strempið verkefni og ég meina ég þekki það bara eigin raun, skilur, þú veist, það allstað bara að grafa hreint sakavottorð og það tekur 5 ár frá því að dómi afplánun lýkur og frá því að reynslust lýkur tekur það 5 ár, þannig að þú getur
ímyndaði það, þú veist, ef að ég fæ hérna 8 mánuði fyrir að stela myndi matar sem hefur gerst, skilur, við fólk, af því að vera ítrekka stólið og hérna, þú veist, og vera svona ítrekunar áhrif og það getur bara gerst að næst þegar einhver rænir samloku og kókumjólk og fara hann 8 mánuði. Hann fer kannski inn í fangelsi og afplánar af því helming til 2/3. Eftir það hann kannski á 2 ára reynslulaust og hérna, þannig að þú veist, og það getur tekið sko þar á undan 1,5–2 ár, jafnvel meira, að komast inn í fangelsi, en þú veist, þarna reynda með 8 mánuði hægt að fara í samfélagsþjónustu í dag, en það kannski, þú veist, ef ykkur í virkri neyslu og annað, þá bara erfitt að sinna samfélagsþjónustu. Þú veist, en ég bara setja upp svona starffræðidæmi og svo þegar þú lýkur vernd og öllu, þá þurfa að líða 2 ár þangað til að reynslulausn búin og svo tekur það ykkur ár eftir það til þess að, já, ég held að sé 5 ár til þess að sakaskráin hreinsis loksins, sko. Nú reikna ég með að þú hafur ekki verið í mikilli vinnu meðan á þessu öllu saman stóð. Þegar þú ert orðin edrú, hvernig gekk þér að fá vinnu? Ég öryrki í dag, sko. Ég varð öryrki bara í þessu ruglu öllu, en bara búin að vera að mennta mig og hef svo sem ekki, ég hef alveg byrjað að vinna, sko. Það alveg gengið vel. Já. En hvað gerur þú til þess að halda þér edrú? Sækirðu fundi? Já, ég sæki fundi og svo bara einmitt ég alltaf með fólki í kringum mig sem að gera sömu hlut og ég og allir mínir vinir eru fíklar eða alkoholistar og óvirkir klárlega og þannig að maður sífellt einhvern veginn að ræða þessi mál og þér finnst það hjálpa þér í þinni baráttu? Bara mjög mikið. Já. En nú spyr ég svona hálfpartin eins og fávískona, aldrei neitt púki sem sest á öxlinn á ykkur? Nei, það hefur ekki gert það bara í lengri tíma, sko. Þetta tekur tíma og vinnu til að byrja með, þá var alltaf verið, þú veist, einhvern veginn upplifir maður þetta, en þú veist, þetta gífurleg vinna að stíga upp úr þessu, skilur, og það eins og, þú veist, þú heyrir kannski hjá okkur báðum, þú veist, það mikil áföll og kannski ekki komið fram að við erum búin að, sko, jarða grúa vinn okkar og þú veist, það er bara búið að vera hálfgerð stríðsástand á undan, þangað til neysla hættir og þú veist, þannig að þetta gífurleg vinna og oft kemur freisting að flýja bara raunveruleikann. Það erfitt að takast á við þetta, ekki með bestu spilin á hendi og en eftir, þú veist, ákveðin tíma og eftir ákveðina vinnu, það mörg ár síðan að ég fengi hugmynd að detta í það eða, þú veist, það mjög mörg ár í dag. Að það sé einhver lausn. Að það sé einhver lausn eða, þú veist, ég alveg búin að öðlast algjört frelsi núna en það þarf að leggja á sig og þetta ótrúlega erfitt og ekki sjálfgefið að komast á þann stað, sko. Þetta svona eilíðar vinna. Þetta eilíðar vinna. Já. Maður alltaf að halda sig við og alltaf að reyna að bara verða betur og betur í manneskja með hverjum deginum. Það uppskriftin. Það getur aldrei numið staðar, sko. Nú reikna ég með að einu vinirnir þínir, Þóra, í þessu öllu saman hafi verið fólk í neyslu meðan þú varst sjálf í neyslu. Hvernig var að losna við þessa vini? Sko, ég bara einhvern veginn, ég hafði aldrei gert allt sem mér var sagt að gera, en í þetta skipti sem ég varð edrú, að þá einhvern veginn ég lokaði Facebook og ég notaði ekki Facebook í 2 ár. Ég skipti algjörlega, ég lokaði öllum samfélagsmiðlum og fekk mér síðan bara nýja þegar að því kom og ég var bara í ótrúlega miklu svona litlum samskiptum við fáa aðila og fyrst sinn bara fjölskylduna mína, en það gekk bara ótrúlega vel og það einhvern veginn þannig að þegar þú verður edrú að þá einhvern veginn, þú veist, þeir sem eru ennþá úti í neyslu, þeir bera virðingu fyrir og sért bara orðin edrú. Yfirleitt það þannig. Og ég ekki að hafa samband við þau að fyrra bragði, þá eru þau ekki að hafa samband við mig. Og ekki erfitt að hitta þau í kringlunni eða hvað sem er? Nei, mér finnst það ekki. Þú veist, fyrst var það erfitt, sko. Það var svona, þú veist, já, það var óþægilegt. Það var ekkert erfitt, en það var óþægilegt. En, þú veist, ég get ekki lýst í, sko, en í þetta skipti þá var mindsetið bara þannig að ég ætlaði mér að ná þessu. Það var eitthvað breytt hugafar? Það var mikið breytt hugafar og ég var að gera þetta í fyrsta skipti af heilum hug og ég bara... Og hvað var til þess að þú
tókst þessa ákvörðun og stóðst með sjálfriðir? Ég veit það ekki alveg, en það allavega gerist nokkrum vikum áður en ég fer í meðferð í þetta skipti að amma mín skrifaði pistil á Facebook hvernig væri að vera aðstandandi fíkils. Og þegar hún skrifar þennan pistil þá situr hún í stólnum sínum og skrifar þetta í tölvuna og grætur. Og þegar ég les þennan pistil að þá bara einhvern veginn grímurnar sem Ingólfur var að tala áðan sem að við þurfum oft bara að velja okkur til að komast af að það passaði enginn þeirra á mig lengur og ég bara grét og það var ekki minn karakter í neyslu að gráta, það var einhvern veginn bara harkan sex tekin og allt sko og ég grét bara alveg þangað til ég komst í þessu meðferð og þetta voru einhverju 10 dagar, það skipti engu máli hvernig ég var að hitta með hverjum ég var, hvort sem var dópsali eða hvað, ég bara grenjaði og ég held að þetta hafi haft áhrif vegna þess að þegar ég verið edrú 2013 að þá gifti mamma mín sig miðjan júlí 2013 og ég verið síðan edrú 5. ágúst og mér var ekki boðið í brúðkaupið hennar mömmu og hún reyndi allt áður en hún þurfti að segja mér að sjálf og mér var ekki boðið. Hún reyndi meiri sér að láta loka mín í fangelsi, tjekka á því hvort ég ætti eitthvað dóm sem ég geti bara farið að taka út en þetta tvennt allavega hafði rosalega áhrif á mig einhvern veginn og ég veit ekki, þetta kannski hafði eitthvað með þetta að gera en í fyrsta skipti þá ég ekki að gera þetta fyrir einhvern annan, ég ekki að gera þetta til að fá að flytja heim til mömmu til að flytja heim til ömmu, fresta einhverju fangelsisdómi eitthvað þannig, ég bara að gera þetta algjörlega af heilum hug og ég einhvern veginn bara gafst upp fyrir mínum hugmyndum og það er bara eitthvað sem ég hef aldrei gert áður. Frábært. Ingólfur, hvað olli straumhvörfum hjá þér? Þetta var svona, þú veist, fyrir mér sko, þetta er ekki alveg svona, þú veist, ég á hana eitt augnablik, þú veist, eftir aðra afplánuna mína sem að var í raun og veru upphafið á þessu, þú veist, í annarri afplánunni þá var mér gefið séns að fara inn í meðferð og inn í þessari meðferð þá gerist svona einhvers konar, þú veist, bara vakning, þú veist, ég gerir mér algjörlega grein fyrir því að sama hvað ég reyna að telja mig trúum þá hafi ég enga stjórn á eigin lífi og og ég bara viðurkenni það þarna heilsögur og ég sé bara algjörlega stjórnlaus bæði þegar kemur af vímöfnum og ég gerði mig líka grein fyrir því að ef ég færi mína leiðir þá sama þó ég tæki ákvörðun að fá mér ekki þá færi ég eftir að fá mér og þá náði ég, þú veist, hálfu ári fyrst og þú veist, og ég man að þarna þá rann upp fyrir mér að ég myndi ef ég myndi ekki verða edrú þá myndi ég bara vera inn og út meðferðum enda síðan í fangelsi og það er sem hann gerðist þegar ég dætti eftir þessu 6 mánuði og það er síðan, þú veist, það sem að breytti þessu öllu þarna, skilur, að inn í þessari afplánun og kynnist ég þessari stelpu þarna sem ég ennþá með í dag og ég 2 börn saman og svona og þú veist, ég fæ einhvern veginn séns, skilur, fjölskyldan hennar tekur séns á mér og þú veist, og það sem að gerist bara að mér gefið eitthvað traust, mér gefið eitthvað tækifæri á einhverjum, þú veist, einhverjum fallegum tengslum og ég, þú veist, lagði mig allan í þetta og þetta tók tíma fyrir mig, ég tók ekki svona algjöra ákvörðun á staðnum, þú veist, ég hafði enga trú á sjálfum mér, ég tók bara ákvörðun mánuð, skilur, svo vildi ég vera edrú yfir afmæli systur minni og svo vildi ég ná að vera edrú yfir afmæli mitt og svo vildi ég ná að vera edrú yfir jólin og svo svona fór ég að hafa trú á verkefninu og ég náði einhvern veginn svona að færa mig í rétt átt og þetta tók alveg tíma, skilur, ég náði ekki að slíta öllum samskiptum strax að því að þú veist, ég hefði náttúrulega bara upplifið mikið tengslarof og svona eftir að missa fjölskylduna mína þannig að ég var ekki alveg tilbúin að segja við vinina bara herðu glemt þessu eða þú veist og þetta tók bara, þetta var aðeins erfiðara tímabil fyrir mér og ekki þessi gaggjera leið sem best að fara, skilur það. En nú ert þú að vinna heilmikið með föngum sem að hafa afplánað. Hvernig gengur það? Ég meina, þetta, hvað er aðal vandamálið? Er það fólk kemur út úr fangelsunum? Sko, það gengur ofboðslega vel. Við erum bæði starfandi mikið innan afstöðu og
og erum að gera rosa mikið þar og erum að taka bæði, þú veist, við byrjum að vera í samskiptum við fólk innan veggja fangelsana og og reynum að fylgja þeim út ef þau sækjast eftir og áhuga á því. Það gengur misvel, þetta náttúrulega mjög flókið verkefni, þú veist, það er eitt áfangaheimili sem sérstaklega hugsað fyrir fanga og það bara erfitt að komast þangað inn. Þetta eitt áfangaheimili að komast færri að þeim vilja og þú veist, þetta rosalega flókið. Yfirleitt strandar þetta húsnæði og þú veist, það kannski gífurlega vilji til þess að breytast en ekki mikið svigrúm fyrir eitthvað til þess að fá að breytast, þú veist, þú veist, það ekki allir svo heppnir að kynnast einhverju stelpu sem að þú veist, getur gefið þeim einhverja nýjar aðstæður, þú veist, það er bara alls ekki máli og ég meina ég bara, þú veist, bara stálheppin að hafa sjálfur lent í það því að ég alveg búin að horfa á stráka taka bara gífurlegum breytingum inn í fangelsi og breytingum til góðs þá? Já, til góðs og byrja bara að vinna í sjálfum sér, byrja að taka öll þessi skref en svo kemur að því að, þú veist, hún kemur út og það ekkert sem grípur þig, þú veist, ég meina hún getur kannski fengið að hitta sálfræðing og geðheilsuteymi og mætt á þína fundi og ert með öruggt húsnæði meðan þú ert inn í fangelsi en svo kemur út og þetta strandar alltaf á því sko og þá ertu kannski ekki með öruggt húsnæði og þú ert ekki með aðgang að sálfræðing einu sinni í viku eða pening eða vinnu eða neitt og þetta þú veist það það sem að ég tel að við þurfum svolítið mikið að setja fókusin á og við þurfum að geta tekið á móti fólki sem að koma út og við þurfum að ná að setja upp eitthvað plan með föngum þegar þeir koma inn og þetta hlýtur þá að vera svolítið svo ég sletti nú frústrerandi að standa frammi fyrir þessu. Þetta getur verið alveg sakalega frústrerandi, þetta getur líka verið, þú veist, já, þetta þú veist, gefandi líka og það rosa, þetta gefandi þegar vel gengur, já. Já, þegar vel gengur og þetta getur líka verið sakalega erfitt einhvern veginn að þú veist. Það hlýtur að vera gott að geta notað eigin reynslu, hlýtur að vera gott fordæmi fyrir þá sem að reyna að ná sér á strik. Já, ég meina raunveruleikin sá allstaðar út í heimi jafningjar bara, þú veist, það sem mest notað í öllum kerfum núna, þú veist, ég fór í ferð með Landspítalanum þar sem við fórum til Bretlands og þar sem við vorum að því að vinna á göngudeild smitsjúkdóma í svona vettvarsteymi og þar vorum við að hitta fólk sem einmitt, þú veist, að vinna með heimilislausa í smitrakningum og annað og þar bara engin vafi á því að jafningjar bara, þeir að mati eitt að mikilvægast og þeir sinna flestum hlutverkum sem þannig hvort sem að bara blóðtökur eða, þú veist, að ná samskiptum, fá fólk til þess að sinna lyfjameðferð og annað og svona þetta út allt, jafningjar einhvern veginn að þú veist, taka straumhvörfum að því að, þú veist, ég man eftir sjálfur að mér leið oft eins og fólk skildi mig bara ekki, þú veist, það bara þannig, mér leiði eins og einhver sem var kannski, þú veist, ég lít mjög, ég hygg ekki við að nýta með fagfólk í dag, en það var bara erfitt fyrir mig að skilja hvernig einhver sem hefði fengið öll góðu spilin á hendina ætti að geta hjálpa mér og mínum vandamálum. Skildi. Og þú veist, og ég fekk mikla von þegar ég fór að kynnast fólki sem hafði verið í sömu aðstæðum og ég og stigið upp úr þeim. Þóra, þegar þú ert búin að vera hrein hvað lengi? Næstu í 6 ár. Næstu í 6 ár. Hvernig leið þér fyrst eftir að þú tókst þetta edrúskref sem enn stendur? Mér leið bara ágætlega. Já. Ég gerði bara allt öðruvísi núna. Spyr nú eins og Ingólfur, hvað greip þig? Já, þegar það var rosa góður svona hópur með mér í afeitrun og við ákvaðum að nokkra stelpunar að sækja áfangaheimili og þú veist, það var eitthvað sem ég var ekki að fara að flytja á áfangaheimili en samt átti ég hvergi heima, þú veist, maður alltaf egoið, mann sér alltaf að reyna að drepa mann bara þannig ég sótti mig á þessu áfangaheimili og það var ótrúlega góður maður sem sagði bara við okkur tvær sem hringdum bara já, það verið tilbúið rúm og sæng þegar þið komið og síðan fer ég bara í meðferð
og meðferðin var 4 vikur og við vorum alveg, ég held að við höfum verið hátt í 10 mann sem að fóru saman á þetta áfangaheimili og ég fór á þetta áfangaheimili, það var staðsett við hliðina á 12 spora samtökunum sem ég í og þannig að það var engin afsökun fyrir að fara ekki beint þangað. Ég fór bara í stuðning hjá S.A.A. og svo einhvern veginn bara gerast hlutirnir og ég kemst að því eftir nokkra mánuði að ég var vona barni og í dag á ég 4 ára gamlan einstakling og bara, lífið bara einhvern veginn fer að gerast og Var það ekki líka dálítið til að hjálpa þér að hafa eignast barni? Það er einhvern veginn það styrlaðasta sem ég hef gert bara á ævi minn, sko. Það er einhvern veginn, ég útskýrði alltaf þannig að hann var svona púslið sem að sameinaði allt einhvern veginn, bara loksins fatta þetta, meika þetta sens. Púslið sem vantaði í myndina. Já. Og þú veist, manneskja með mína sögu, það væri náttúrulega bara ekkert skrítið ef að það væri félagsráðgjafi og barnaverndarnefnd og allt þetta bara í málinu, skilur, en það er ekki þannig og mér bara hefur tekist bara mjög vel til að ala hann upp og hann er bara flottist strákur, sko. Og hvernig er staða þín í dag? Þú ert öryrki, segiru? Já, en ég er samt á leiðinni út á vinnumarkaðinn, það er einhvern veginn markmiðið er ekki að vera öryrki að eilífu. Ég er að klára nám, áfengis- og vímuefnaráðgjöf í Háskólanum á Akureyri í fjarnámi. Rábært. Já, og ég er bara einstæð móðir með hann á móti pappan sem með hann í viku og ég með hann í viku. Já. Og svo bara, sæki ég fundi, ég er að bíða ennþá reyndar, ég er, eins og ég sagði þá, ég er búin að vera edrú í 6 ár en ég má sækjum, ég hef aldrei fengið bílpróf, en ég er að sækjum það núna í enda nóvember, þá má ég sækjum, endurveitingu ökuréttar, sem er Þú varst með bílpróf einu sinni? Nei, ég hef aldrei tekið bílpróf. Þetta er svo fáránlegt, þetta kerfi okkar. Við getum fundið endalausa punkta sem að, ég hef aldrei verið með bílpróf en ég er samt að fara að sækja endurveitingu ökuréttar af því að þeir dæma mig eins og ég hafi verið með bílpróf. En nú spyr ég líka aftur eins og Favískona sem að hef ekki persónulega reynslu af þessum málaflokki eða margir í kringum mig. Er ástandið eins svakalegt í þessum málum eins og maður heyrir í fjölmiðlum? Það er bara verra eitthvað. Vá, nú stór spurning. Já, sko, ég velti þess oft fyrir mér því að einhvern veginn þetta er svo lítt sjáanlegt fyrir okkur sem að erum ekki inn í þessum heimi. Þess vegna heitir þetta undirheimar. Já, ég held að eymdin sé bara gífurleg og það er eins og þið sagðuð áðan búin að fylgja fjölmörgum vinum ykkar til grafar. Já, það er bara fólk sem ég þekki að deyja mörgu sinnum á ári, sko, og annarkort bara falla fyrir eigin hendi vegna úrræðaleysis líka, skilurðu. Það er tilfellið. Já, það gerist líka að fólk hefur enga stað að venda og enga meðferð og það er vilji fyrir því, en það eru bara biðlistar allstaðar og kerfið er bara ekki að grípa og það er bara mjög harður raunveruleiki, skilur og þú getur jafnvel komið þér inn í meðferð en það er alls ekki víst að komist inn á áfangaheimili þegar því lýkur. Það er bara raunveruleikin. Það er ekki áfangaheimili fyrir alla sem vilja. Það eru sko margra mánaða biðlistar eftir öllum meðferðum. Þú veist, þetta er svakalegt og Svo ég vitni nú aftur í eigin reynslu þá ég var í lögreglunni á tímabilinu 76 til 85 og það var ekki mikið svona hörð fíkniefni þá. Það voru bara venjulegir drykkjumenn og rónarnir okkar og maður flytja það inn en við urðum ekki svo mjög vörf í þessi hörðu fíkniefni. Þetta hefur stóra aukist undanfarin ár. Algjörlega, þú veist, með komu bara alls. Þetta er, þú veist, við erum að sjá þetta, sko, og þetta er að breytast og breytast með hverju mánuð, sko, þú veist, tæknin er bara orðin svo mikil áður fyrir, ég meina, við þurfum ekki að horfa langt aftur í tíman til þess að sko menn þurftu bara að hafa tengingu við mann út í Evrópu þú veist,
þú veist, þetta var allt öðruvísi, núna getur þú bara farið á interneti, þetta bara ekkert flóknara það og var þetta að kaupa sko bara mjög banvæn efni bara með af heimsendingu. verksmiðjum í Kína með heimsendingu, skilur þú veist, þetta allt orðið mjög, þú veist, mikið og erfitt og og þá þurfum við að bregðast við líka, þú veist, þú ert að segja við mig að hvenær varst þú í lögreglunni? 76 til 85. Og hvað vorum við þá með? Hvað vorum við marga meðferð? Við vorum með Vog? Já, við vorum eiginlega með Vog og svo var þarna... Silungapollur? Já, og... Nei, Silungapollur kom eftir Vogi. Og Landspítalinn var með einhvers konar meðferð þarna í Garðabænum eða þar. Já, Vífilsstaðaspítala. Vífilsstaðaspítala. Og svo var náttúrulega bara geðdeildin á Landspítalanum. Það var ekki komið Hlaðgerðarkot eða Krísvík. Já, var eitthvað aðeins byrja Hlaðgerðarkot. Krísvík var ekki byrjuð þá, sko. En raunverulegin sá að þú veist, þróunin í efnum, þróunin í notkun hefur stóraukist en sko forvarnir, viðbrögð og annað hafa ekki aukist á móti. Það mín upplifun og úrræðum hefur ekki fjölgað. Úrræðum ekki að fjölga, plássum fjölgar mjög hægt og og þetta rosa, þú veist, þetta svolítið erfitt efni að ræða. Svolítið, já, maður líka að maður segja svolítið dálítið vonlaus baráttu sem þú ert að heia. Já, þetta bara pínuð þannig, ég meina við þurfum að bregðast við og hvað gerðum við í COVID-inu, skilur? Já, akkurat. Það var við gerðum okkur grein fyrir því að það væri að stóra aukast eitthvað svona flensa og eitthvað svona veikindi og við bröðumst við alveg bara eins rætt og við gátum að því að fólk var að deyja sko og nú fólk að deyja, af hverju bröðumst við ekki eins við? Það var einhver sem sagði í fréttaviðtalum daginn að það væri þetta margir sem færust í umferðarslysum og þá væri allt gert til að reyna að koma í veg fyrir þau en það jafnvel enn fleiri sem deyja af völdum fíkniefna. Algjörlega, þetta alveg þetta ótrúlega sorglegt og maður hugsa svona bara, eru þau lífi einskis verið það? Já, ég meina, við erum alveg komin lengur en þetta og ég held að sko eigi flestar fjölskyldur einhvern sem að berjast við þetta eða hefur verið að berjast við þetta og ef við förum bara út í, þú veist, kostnaðin í þessu, ég meina, þú getur rétt ímyndaðir, ég búin að vera sko frá því ég ungur, þá var ég inn og út á úlingaheimilum, þá kallar fangelsi taka við, ég var stanslaust að komast í kastu lögin og annað. Sko, þú veist, ég kostaði ríkið gífurlega peninga, ég var valdur á alvarlegu umferðarsleysi sem betur fyrir slasaðist ég mest í því en þú veist, þið getið svona ímyndað ykkur allt sem að var í gangi og þú veist, í dag ég nýti mér mjög lítið spítala, ég vinn fyrir spítala, ég þú veist, borgin þarf ekki aðstofa mig, ég aðstofa borgina, ég er að vinna, ég er með mjög háa tekjur af því ég vinn rosalega mikið og ég er að borga mjög mikið í skatt og ég er að skila mjög miklu til samfélagsins og þú veist, bara ef við horfum á þetta frá þessu sjónarhorni, ef við setjum svo alltaf peningi í að hjálpa fólki þá þurft að hjálpa mér í smá tíma, nú get ég verið út að hjálpa öðrum, skilur. Nú get ég verið út að skila til samfélagsins og ég þarf ekki þess að hjálpa lengur og ég verði ekki lengi að borga hann tilbaka. Ef mér hefði ekki verið, ef fólki ekki hjálpa, þá þurfum við að borga með þeim þangað til þau fara, skilur. Það bara raunveruleiki. Já, þú ert að hjálpa fólki og innan tíðar verður Þóra líka að vinna við já, að hjálpa hún fólki. Að gera mjög mikið, sko. Hún þú veist, virkilega virkja afstöðu og hún í 12 spora samtökum að hjálpa fólki út í gegn og ég veit að ég þekki Þóru mjög mikið og hún strax að gera mjög, mjög mikið, sko, og En ef þið mættu nú segja eitthvað við þá sem að ef tilvill að hlusta og horfa og eru í sömu spórum og þið voruð á sínu tíma, hvað gætu þið sagt? Hvað myndið þið segja? Sem í sömu spórum eða voru í sömu spórum? Já, sem eru búnir að missa vonina. Ég held, þú veist, það sé mikilvægast bara að reyna að segja við fólki að það alltaf möguleiki, sama hversu djúpt úr sokkinn, sama á hvaða stað þú ert, sama hversu grund eða djúpt úr sokkinn, þá hægt að snúa við. Það sem maður þarf að gera að leita bara til eitthvað sem þekki leiðina og hlusta bara, opna eyrun, þú veist, það fór fyrst eitthvað að gerast hjá mér þegar ég gafst raunverulega upp fyrir mínum hugmyndum og
og var bara til í að hlusta á einhvern annan sem var búinn að ná markmiðunum sem ég vildi ná, sko. Er það staðreynd eða einhvern veginn virðist mér eins og fólk þurfi að ná botninu til þess að rísa upp? Ja, þú veist, við finnum bara okkar botn þegar við hættum að grafa, sko. Þú veist, það er bara þannig og auðvitað, þú veist, ég skil alveg, fólk ofta að upplifa þetta en þetta hélt mér líka oft bara lengur á núti, ég bara ekki komin á botn, skilur. Þú veist, það skipti einhver máli, ég setti mér hérna eitthvað, þú veist, það sem að ég held að þurfa að gerast að það þurfa bara að vakna von, skilur. Oft kemur vonin í botninum, þú veist, það getur líka gerst einmitt þetta, þú veist, það sem við erum að sjá núna með afstöð, það er rosa mikið af fólki þegar við komum labbandi inn í fangelsina að ræða við þau kannski þekkt okkur á það fyrr. Það vaknar eitthvað von þar og ég erum að sjá það bara skila sér strax hérna á þessum tíma sem að við höfum verið að fara inn í fangelsina að fólk segir bara, herri, ég ætla bara að fá að hengja með ykkur, getið þið hjálpa mér, getið þið hérna og þetta að gerast bara alveg bara rosalega og við erum að sjá bara marga að ná árangri og vera bara mjög fljótt farnir að hjálpa öðrum með þessu og hérna besta leiðin ábyggilega bara að vera sýnilegri, þú veist, og hérna og reyna að, þú veist, koma með hjálpina til fólks, sko. Skulum vona að stjórnvöld hlusti á það sem þið hafa verið að segja og grípi í taumana áður en að fleiri mannslífum fórnað. Algjörlega. Ég þakka ykkur innilega fyrir að koma til mín í dag. Þetta sýndu mikinn kjark með því að tala svona persónulega ykkar eigin reynslu. Vonandi verður það hvatning fyrir aðra sem að já, þurfa á hjálp að halda. Takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir komuna og í næsta þætti ætlum við að fjalla fátækt á Íslandi. Hingað kemur fulltrúi að þeirrar, ég vil ekki segja starfstéttar en mér liggur við að segja það, kona sem að hefur þurft að berjast við fátækt í langa tíma og svo ætlum við að tala líka við konu frá Hjálparstofnun kirkjunnar sem í því að útluta hjálp og matvöru og öðru til þurfandi fólks sem hefur ekki efni á að lifa lífinu fyrir þær tekjur sem það hefur. Takk fyrir áhorfið, veriði sæl. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is